Varmaorka er það sama og varmi en er ekki það sama og hiti. Hiti er mælikvarði á hreyfingu í sameindum, það er að segja rafeindirnar sem snúast hringinn í kringum kjarna frumeinda, þær hreyfast og eftir því sem þær hreyfast hraðar þá myndast meiri hiti. Varmi myndast vissulega út af hita en er ekki alveg það sama. Varmi eða varmaorka er nefnilega orkan bundin í hlutum í formi hita. Við getum ímyndað okkur ef ég væri með heila sundlaug með 40 gráðu heitu vatni og eitt tebolla með 40 gráðu heitu vatni. Þetta er sami hiti en það er miklu meiri varmi í sundlauginni. Ég get svolítið hugsað þetta þannig að það kostar miklu meiri orku að hita heila sundlaug úr 0 gráðum upp í 40 gráður heldur en eitt tebolla úr 0 og upp í 40. Það er tiltölulega litla orku í það en það er gríðarlega orku í sundlaugina. Þess vegna býr miklu meiri orka í þessu hér og þar af leiðandi meiri varmi. Meira að segja ef ég væri með aðra sundlaug, jafn stóra, þar sem vatnið væri 30 gráður. Það er samt meiri varmi í þessu hér heldur en tebollanum, því að ef að bæði væri 0 gráður, ég ætla að hita þetta upp í 40, þetta upp í 30, þá þarf ég meiri orku í sundlaugina. Það er alveg augljóst. Þannig að hér er hitastigið hærra í tebollanum en varminn meiri í sundlauginni. Varmaorka er síðan ein mynd orkunar. Það er að segja við getum breytt orku úr einni mynd yfir í aðra. Við eyðum ekki orku og búum hann ekki til en við getum umbreytt henni. Til dæmis getum við breytt raforku yfir í varmaorku og öfugt. Við umbreytum raforku í varmaorku heima hjá okkur í til dæmis eldavélum og bakarofnum, hraðsuðukatli, brauðrist, öðrum tækjum sem við notum til þess að búa til hita. Varmaorku er umbreytt í rafmagn í jarðvarmaorkuverum. Við breytum hreyfiorku í raforku í vatnsaflsorkuverum. Svo er til efnaorka líka þegar við kveikjum í ykkur, þá erum við að umbreyta þeirri orku yfir í ljósorku og yfir í varmaorku. Þannig að varmaorka er ein mynd orkunar bundin í formi hita.